Gilitrutt. Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og starfsamur. Þar var sauðaganga góð sem hann var og átti bóndi margt fé. Hann var nýkvæntur þegar þessi saga gjörðist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Hún nennti ekkert að gjöra og skipti sér lítið af búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa en gat þó ekki að gjört. Eitt haust fékk hann henni ull mikla og bað hana að vinna hana til vaðmála veturinn, en konan tók ekki líflega undir það. Leið svo fram á vetur að konan tók ekki á ullinni og ámálgaði þó bóndi það oft. Einu sinni kemur kerling ein heldur stórskorinn til konunnar og bað hana að greiða eitthvað fyrir sér. Geturðu unnið nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan. Til það, segir kerling. Eða hvað á ég að vinna? Ull til vaðmála, segir konan. Fáðu mér hana þá, segir kerling. Konan tekur þá ákaflega stóran ullarpoka og færir henni. Kerling tekur við sekknum, snarar honum á bak sér og segir, ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta. Hvað viltu hafa í kaup, segir konan. Það nú ekki mikið, segir kerling. Þú skalt segja mér nafn mitt í 3. gátu og erum við þá sáttar. Konan játti því og fer nú kerling í burtu. Líður nú fram veturinn og spyr bóndi hana oft hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta en hann skuli fá hann á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátt finnast og líður nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingar en sér nú engin ráð til að komast eftir því. Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. Bóndi sér að henni brugðið og bað hann að segja sig hvað að henni gangi. Hún sagði honum þá upp alla sögu. Var þá bóndi hræddur og segir að nú hafi hún illa gjört, því þetta muni tröll vera sem ætla að taka hana. Einu sinni seinna var bónda gengið upp á fjallið og kom hann að grjóthól einn stóran. Hann varð að hugsa raunir sínar og vissi varla af sér. Þá heyrist honum högg í hólnum. Hann gengur á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann þá hvar kona ein heldur stórvaxin situr að vef. Hefur hún vefin milli fóta sér og slær hann mjög. Hún kvað fyrir munni sér þetta. Hæ, hæ og hó, hó, húsfreyja veit hvað ég heiti. Hæ, hæ og hó, hó, Gilitrutt heiti ég. Hó, hó, Gilitrutt heiti ég. Hæ, hæ og hó, hó. Þetta lét hún alltaf ganga og sló vefin í ákafa. Bóndi var glaður við og þóttist vita að þetta myndi vera kerlingshús sem hafi fundið konu hans haustið. Hann fer síðan heim og ritar hjá sér á miða nafnið Gilitrutt. Ekki lét hann konu sína heyra það og kom hún nú hinn síðasti vetrardagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki í klæði sínum daginn. Bóndi kemur þá til hennar og spyr hvort hún viti nafn vinnukonu sinnar. Hún kvað nei við og sagðist nú ætla að harma sig til dauða. Bóndi segir að þess þurfi nú ekki við. Fékk henni blað með nafninu á og sagði henni upp alla sögu. Hún tók við blaðinu og skalf af hræðslu, því hún óttaðist að nafni kynni að vera rangt. Biður hún bónda að vera hjá sér þegar kerling komi. Hann segir, nei, og varstu ein í ráðum þegar þú fékkst henni ullina svo það best að þú gjaldir ein kaupið. Fer hann burtu síðan. Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan ein í rúmi sínu en engin maður annar var í bænum. Heyrir hún þá dunun miklar og undirgang og kemur þar kerling og nú ekki frýnileg. Hún snarar inn á gólfi vaðmálstranga miklum og segir, hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú? Kona var nær dauða en lífi af ótta og segir, Signý. Það heiti ég og gettu aftur húsfreyja, segir kerling. Ása, segir hún. Kerling segir, það heiti og gettu enn húsfreyja. Ekki vænti ég að þú heiti Gilitrutt, segir þá konan. Kerlingunum var svo bylt við þetta að hún datt kylliflöt niður á gólfið og var þá skellur mikill.
Rís hún upp síðan, fór burtu og sást aldrei síðan. Kona var nú fegnar en frá megi segja yfir því að hún slapp frá óætti þessum með svona góðu móti. Og varð hún nú öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og stjórnsöm og vann æ síðan sjálf ull sína.